Úrvalsdeildinni meistaradeildarinnar. Hér hins vegar Gunnar Oddur búinn að flauta í gang. Gylfi Þór Sigurðsson á uppáhaldsspyrnu kvöldsins hér í Víkinni. Og Gunnar Vatnamar lyftir síðan. Fljótur að fara hann á Karl Friðleif. Karl Friðleifur fljótur að setja hann síðan út hér til hægri og Óskar. Óskar kemur inn á völlinn, potar hann hér á Karl Friðleif. Komur hann á tegin, Karl Friðleifur fyrir að hægri yfir á vinstri. Frábær afreista! Karl Friðleifur Gunnarsson að koma hér Víkingum í forystu. Héldu hér boltanum í drykklanga stund, færðan frá vinstri yfir til hægri og Karl Friðleifur fékk sendinguna þarna á bakvið. Tók hann inn af hægri fótunum á vinstri og plassar hann bara í fjærhóttið þar sem Ásgeir Orri átti ekki möguleika. Íslandsmeistararnir og topplið bestdeildarinnar að senda skýr skilaboð hér í upphafi leiks. Frábærlega gert hér. Já, heimamönnum. Karl Friðleifur gerir þetta listar í stórum hlutverkum, getum við sagt, undanfarinn tímabil. Hérna eru mistök hjá Axeli. Þetta fyrir Stíg. Stígur fer að vinstri yfir á hægri. Stígur 2-0. Takk fyrir. Stígur Diljan Þórðarsson gerir hér fyrsta mark sitt á þessari leiktíð. Aðeins þriðji leikurinn í deildinni sem hann tekur þátt í. Og þetta var hreinlega keimlíkt. Fyrra marki, eða fyrsta marki Víkinga skulum við segja. Þegar Karl Friðleifur tók hann af hægri yfir á vinstri og plassar honum í fjærhornið. Núna fékk Stígur boltan út til vinstra megin. Tók hann af vinstri fætinum inn á hægri og sett hann á staðinn þar sem að var ekki. Sindri Snær kemur hérna, Stígur upp í pressuna. Það er Oliver Ekroth sem að missir boltan og reyndi hann að fá aukaspyrnu í kjölfarið og hér er þau bara að minnka muninn. Þorlákur Breki Baxter skorar hér þegar að seinni hálfleikur er bara nokkra sekúndna gamall í raun og veru. Víkingar væru kærir hér eftir að flauta var á og Oliver Ekroth mjög kærulegs hér í öftustu línu og hann sem tapaði boltanum. Stígur hér með pláss. Kemur hann á Helga. Helgi með sendingu inn á teginn og dettur niður fyrir Óskar Borgþórsson sem að gera hér þriðja mark Víkinga. Kemur þeim aftur í töfnamarka forystu. Óskar Borgþórsson að gera níunda mark sitt á þessari leiktíð. Þarna sýndu Víkingar þolinmæði. Þeir héldu hér Keflvíkingum inn á vallarhelmingi Keflvíkinga í smástund. Hefði getað farið hratt aftur en Stígur róa þetta bara aðeins, setta hann tilbaka í öftustu línu sem að senda hann aftur á Stíg sem að gerði árás sem að sogaði í hann varnarmann sem að gaf meira plásturinn Helga Guðjóns út til vinstra. Axel Ingi nær hann að setja fót í hnöttinn. Óskar kemur strax aftur á ferðina á hann. Stóru skerinn sínu allar á laumunum hann. Ármann Inga gekk ekki. Keflvíkingar komin frá hér. En Aron Elís les þetta. Tarik með skot. Og þessi í bláhornið frá Tarik sem að kemur hér Víkingum í 3 marka forystu. Aron Elís komst hann á milli og Tarik gerir fyrsta mark sitt á leiktíðinni. Tarik Ibrahimović. Sjáum hér. Frans Elvas kemur hún í burtu hérna, sendi ekki tilbaka hins vegar frá Alfa Conte. Tarik, Sveinn Margeir og Tarik hérna liggur eftir en kemur sendingin inn fyrir Ármann Inga. Ármann Ingi keyrir að stað bara sjálfur hérna en þeir komast á milli Keflvíkingarnir og vandræðagangur og Ármann Ingi setur hann í opið markið síðan hér að lokum. Eftir að Ásgeir Orri lendi hann í vandræðum, misti einhvern veginn boltann frá sér. Og Ármann Ingi setur hann yfir línuna. Sjáum þetta aftur hérna. Sveinn Margeir með sendinguna. Ármann Ingi Finnbogason komin inn á teginn og þetta virðist vera að renna út í sandinn. En boltinn datt þarna. Ekki Ellingur sem kom á ferðinni hérna eftir að Ásgeir tók hann til hliðar og boltinn dettur fyrir